Komið sæl og velkomin í Kompás. Þegar heimskonan Sonja Benjaminsson Soria lést fyrir 5 árum var boðað að allar hennar eigur rynnu í minningarsjóð til styrktar málefnum barna. Jafnvel var talið að eigur hennar hefðu numið hátt í 10 milljörðum króna. En hvað varðu milljarðana eða voru þeir yfir höfuð til? Við leitum svara í Kompási. Ævi Sonju Soríu var sveipuð ævintýra ljóma, enda hræðist hún í heimi auðjöfra og frægra Hollywoodstjarna. Hún lést barnlaus en vildi að eigur hennar yrðu börnum til gæfu. Stjórnarmenn Soríu sjóðsins verjast allra fregna málefnum sjóðsins og líta á spurningar hann sem hnýsni í einkamál. Þetta er afstaða sem margir vinir og vandamenn hennar eru algjörlega ósammála og krefja svara. Sonja Benjaminsson var fædd inn í velmegandi borgarafjölskyldu í Reykjavík árið 1918. Hún var heltekin af útrásað þrá og hélt til Danmörkur á 4. áratugnum. Á árunum fyrir stríð dvaldi hún í Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Englandi og í Frakklandi. Saga Sonju er rakin í bók sem Reynir Traustason skrifaði fyrir 5 árum og kom út örfáum mánuðum eftir að hún lést í mars 2002. Í Evrópu var Sonja í samneyti við fína og fræga fólkið og fylgdist meðal grannt með tískustraumum. Hún hafði lært tískuteiknun og skrifaði hátískuna fyrir Morgunblaðið. Þegar innrás Þjóðverja í Frakkland blasti við, sigldi hún til New York, í raun til að komast til Íslands. En heimsborgin heltók hana eins og kom fram í viðtali sem Hans Kristján Árnason átti við hana árið 1994. One look at New York og sagði þetta fyrir mig. Og það var nú ekki alltaf að ég ætla að vera til Íslands. Og þar fekk ég skeyti frá mömmu og hún sagði reynda að vera þannig því að kafbátastríðið hafði byrjað. Á Manhattan tók við hið ljúfa líf þar sem Sonja umgengst auðjöfra og Hollywoodstjörnur eins og Gretu Garbo. Skeið var hún ástkona skipakóngsins Aristóteles Onassis og auðkýfingurinn John Loeb var vinur hennar alla tíð. Fljótlega eftir að Sonja kom til New York og hún að kaupa og selja hlutabréf á Wall Street sem ekki þótti við kvenna hæfi á þeim árum. Og svo hitt ég alls konar stockbrokers, unga stráka, sem að gerða bara nokkuð vel. Idióta, hefði ekki neitt í perunni. Og í þá dag þurfti ekki að hafa, nú til dags you have to take an exam til þess að vera, hvað heitir? Verðbréfasali. Já, en í þá dag ekki. Svo ég fór að dabble in the stock market. Strax þú verður fljótlega eftir að kemur út? Right. Bara nokkrum árum eftir, 200, ekki. Var það ekki flókið að setja sig inn í þetta? Nei, absolutt not. Bara last blöðin, the financial part af blöðunum. Og ég meina, well. Þú ávaxtað þitt pund. Ávaxtað pund, yes. Sonja giftist Argentínumannunum Alberto Soria sem var þjóðhetja í landi sínu eftir að unni til gullverðlauna í sundi á Ólympíuleikunum. Hann var í góðum efnum en kunni lítið með fé að fara að sögn Sonju enda fór svo að hún tók yfir alla fjármála umsýslu heimilisins. Alberto hafði ekkert peningavitt. Bara alls ekki. Og ég sagði eins og vel, þú lifir eins og, drunken sailor og eyðir, en ég sé ekki að þú vinnir voða mikið. Nei, það slampast einhvern veginn. Svo ég sagði, gefðu mér, hvað áttu mikið eftir? Hann sagði, já, 50.000, sem var nátt aldrei þann dag. Svo ég sagði, give it to me. Og það var þá, ég var byrjuð already. Það var ég sem að gera það, hann gerði ekki neitt. Þannig að þú hefur raun og verið aflað peningana? Absolutely. Sonja og Alberto söfnuðu listaverkum og áttu verðmætt safn sem meðal annars mátti sjá að hluta á veggjum í ríkmannlegri íbúð þeirra á Park Avenue. Þau áttu meðal annars verk eftir Pablo Picasso af konu sinni Jacqueline sem Sonju þótti vænt um. Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur heimsótti Sonju oft í New York. Hún geymdi mikið af þessu safni niður í Flórida og þar kom ég aldrei. Ég sá hins vegar töluvert af verkum í íbúð hennar við Park Avenue
og hún fór nú dálítið undan í flæmingi þegar maður var að spyrja svona umfang safnsins og verðmæti og annað en það fór ekkert á milli mála það sem ég sá þarna. Það var verk eftir poplistamenn eins og Rosenquist. Það voru merkilegar teikningar og steinprent eftir Picasso, man ég. Það voru verk eftir David Hockney, sem ég man eftir, og spænska listamannin Tapies. Að hún safnaði mjög skynsamlega og safnaði mjög svona breytt að hún og hafði mjög gott auga fyrir verkum eða listamönnum sem átti eftir að ekki verði. Hún sagði mér raunar undir það síðasta að þetta verk eftir Rosenquist sem ég sá heima hjá henni að hún hefði fengið tilboð upp á $1 million í það eitt. Þannig að þínum mati þá eru þarna augljóslega að ræða með kosti 100 milljóna króna verðmæti sem að hún átti í listaverkum. Já, ég myndi segja það að því sem að ég sá og þau verk sem að ég sá ekki en hún talaði Hún nefndi önnur nöfn, hún nefndi fleiri bandaríska listamenn sem hún ætti verk eftir. Hún nefndi de Kooning, Johns, Stella og eitthvað fleira sem að hún ætti annar staðar eins og hún sagði og bara öll þessi nöfn eru í miklu metum og háa verði á uppboðsmörkuðum í dag. Sonja mælti svo fyrir í sinni erfðaskrá að eigur hennar skyldu renna í minningasjóð The Sonia Soria Foundation sem skyldi styrkja börn í Bandaríkjunum og á Íslandi. Greint frá því í blöðum að þetta yrði milljarðasjóður. 5 ár eru liðin en afar lítið farið fyrir sjóðnum. Í ævisögu Sonju greint frá vilja hennar með sjóðinn. Hennar vilji var alfarið sá að eignir hennar innu til þess að hjálpa börnum á Íslandi og í Bandaríkjunum og annars vegar til að nema tónlist og hins vegar til þess að grípa inn í þeirra erfið og alvarleg veikindi verður ræða. Tala hann einhvern tímann þessi hjartasmál sín við þig? Ekki nema kannski í hálfkæringi og en ég fékk það þó út úr henni að þetta væri svona að tilgangurinn með sjóðnum væri sá að hann kæmi svolítið í staðinn fyrir börnin sem að hún hef aldrei átt. Nú er farið lítið fyrir þessum sjóði og lítið til hans spurt. Hvað finnst þér það nú þegar 5 ára liðin frá því að hún féll frá? Mér finnst það svona afskaplega undarlegt. Það hafa dunnið á mér spurningar frá hinum og þessum það hvar sjóðin sé að finna og alls konar samtök sem að hafa viljað sækjum styrki en ég fæ engin svör frekar en aðrir og ég lýsi mikill undrun minni vegna þess að ég hefði talið að það ætti að gera minningu hennar verðust til með því að hafa þennan sjóð sýnilegan og áberandi. Finnst þér að vera á skjön við hennar vilja að þetta fari lengt hvernig farið með sjóðin og greiðslur úr honum? Já, ég myndi halda að það veri gegn hennar vilja en þó skal taka fram að Sonja var svona kona sem að lét ekki mikið á sig bera og hún var ekki mikið að veifa því að hún ætti peninga eða væri auðug en samt er þetta var henni svo mikið hjartasmál að þessi sjóður kæmist á laggirnar að ég hefði haldið að hún hefði viljað að hann væri sýnilegur og það væri ekki neinn leynd yfir honum eða dulúð. Well, Sonia was a very generous person and she was certainly interested in helping people, which is why she wanted to have a foundation and to put most of her estate into that foundation. I don't know what has become of it. I am not part of the foundation, although I volunteered to help work on grant processing and whatever needed to be done. But I just don't know what has happened. And that does not mean that there's anything wrong either. Now, you are Sonia's next of kin, being her sister's daughter. When you volunteered to work for the foundation, did you approach Mr. John Ferguson or Guðmundur Birgisson with that offer? I don't frankly remember which
of them I approached, but there was no response. Now you're saying that there was no response. Did you think it was odd or strange that they didn't even dignify you with an answer when you offered to volunteer? Well, I was not involved with the will. In other words, I was not the executrix of the will, and therefore there was certainly no absolute need for them to include me in anything. That would be their decision. However, I am very interested in knowing that her foundation is being used in the way that she would have wanted it to be used, and that is my main interest, in fact, in talking with you today. Það var skemmtileg kona. Hún kannski ekki auðveld alltaf, en hún var ekki leiðinleg. Það verður aldrei mann sagt. Það var mjög litríkur karakter, hún var í rauninni margar manngerðir, en hún var mjög greind, alveg ljóngáfuð kona, vildi ég segja. Hún var skemmtileg, hún hafði alltaf eitthvað fram að fara, alltaf eitthvað að segja, og hafði kynsmörgu þekkt marga já, hvað ég segja, heimsþekkta karaktera, og gat alltaf fabuleirað eitthvað kringum það, hvernig atvik hafði verið, og gestur svolítið ljóslifandi. Hún var sagnakona. Var hún ekki fyrst og fremst heimskona? Jú, hún var, og það var hún. Hún var líka Íslandingur, hún var fjölbreytt. Hún eignaðist líka mjög fjölbreyttan vinahóp og hélt þeim kannski bæði saman og aðskildum. Gefið það mjög skemmtilega. Finnst þér það vera í þeim anda sem hún einkenndi hennar líf, að það fari nú svona frekar lágt allt sem að umsýsla þennan sjóð? Nei, mér finnst það nú að hún hefði kosið að þetta væri allt saman uppi á borðinu og lægi allt saman ljóst fyrir, og jafnvel að svona sjóðurinn og hennar nafn, hennar nafni væri haldið á lofti eitthvað í tengslum við hennar sjóð. Mér finnst það af kynum við hennar, það hefði verið hennar ásetningur. Og þannig að minningu hennar yrði haldið meira á lofti í tengslum við sjóðin en raun ber vitni? Ég hefði haldið það, já, það hefði glatt hann. Ekkert að 17 styrktarfélögum langveikra barna kannast við stuðning úr psoriasjónum. Sjóðstjórar gefa til kynna að höfuðstóll sjóðsins sé í besta falli 2 til 300 milljónir króna, en það er óravegur frá þeim milljörðum sem Sonja var talin eiga. Það fæst ekki skýrt hvað varð verðmætt listaverkasafn hennar, til dæmis Picasso-verk sem var henni kært, en hangir nú upp á einkaheimili í Reykjavík. Kompás hefur aðeins 2 staðfest dæmi á Íslandi útgreiðslu úr sjóði Sonju Soríu. Báðir styrkirnir fór til Háskóla Íslands og var hvor að upphæð 6 milljónir króna. Annar fór til rannsóknarsetus í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Rannveig Traustadóttir, prófessor, segir að styrkurinn fari í rannsóknarverkefni hagi fatlara barna. Hún hef ekki haft vitneskju sjóðinn, en sér hafi verið boðið að fyrra bragði af frænda Sonju að sækja þar styrk. Hinn styrkurinn fór til rannsóknarsetus í fjölskyldu og barnavernd og var jafnhár, 6 milljónir króna. Innan umhyggju félags til styrktar langveikum börnum eru skráð 17 aðildafélög. Kompás sendi fyrirspurn til allra þeirra hvort einhver þar hefði fengið styrk, svör bárust frá 11 félögum, en ekkert þeirra hefur fengið framlag, fæst félögin höfðu vitneskju þennan sjóð. Sjálft móðurfélagið umhyggja fékk munnlegt vilyrði fyrir styrk fyrir mörgum árum, en slíkar kröfur voru gerðar upplýsingagjöf að málið hreinlega dagað uppi. Sama var uppi á teiningnum hjá Thorvaldsensfélaginu. Nú, við fréttum að þessum sjóð náttúrulega og ákváðum að sækja þangað, heldum að við ættum fullan rétt á því að fá útdeilingu, en við vorum í svona bréfasambandi við það, þó nokkuð marg bréf sem fóru á milli, og þeir voru alltaf að biðja okkur nýjar og nýjar upplýsingar félagið og lög félagsins og hitt og þetta, og staðfyrstu ég á því að þetta veri líknarfélag, og en svo bara hætti þetta, við fengum aldrei neitt út úr þessu.
Hvað finnst þér þetta svona í ljósið þess að það virtist vera óskaplega skýr vilji þessara ágætu konu að þetta færi til þessara málefna? Já, sko við höfum náttúrulega miklar væntingar í brjósti upphaflega og heldum að minnstakosti við fengjum þá svar það hvort við fengjum þennar styrk eða fengjum hann ekki. Tilfinning mín bara svo að maður nennir ekki að standa í þessu lengur, það eitthvað dularfullt við þetta er eitthvað mál sem maður bara nennir ekki að standa í. Þú veist skoðun að þessir stjórnarmenn sjóðsins að þeir skulda fólki hér á Íslandi skýringar? Skýringar, absolutt. Það er alveg klart, alveg skýrt. Samkvæmt erfðaskránni voru 2 menn skipaðir í stjórn sjóðsins. Annar Guðmundur A. Birgisson, athafnamaður oft kenndur við bæinn Núpi í Ölfusi. Guðmundur og Sonja voru fjarskild og annaðast hann hennar mál síðustu æviárin sem hún varði hér á landi. Reisti Sonja meðal annars hús á Núpi og flutti til landsins forláta Rolls-Royce bifreið sem var í hennar eigu. Hinn umsjónarmaður sjóðsins John Ferguson, lögmaður Sonju sem búsettur í New York. Ferguson lítur svo á að málefni sjóðsins sé einkamál og vildi þess ekki upplýsa heildareignir hans. I don't know why there's such an interest in this. I find it, I'm probably counseled to 5 or 6 foundations, and I never get any inquiries on any of them. There was a journalist who called me for a while on this one, and I think he finally gave up. But it's just private information. Could you give me an indication of the size of the fund? No, I don't want to do that. It's not enormous, but it's comfortable. You would not want to tell me how much it was that went to the foundation? No, I don't. I think that's totally private information. Ég sé ekki annað en að þessi sjóður bara að vera opinber og hann bara að virka þannig að allir geti séð hvað þar gerist og ég að botna ekkert í þessu frekar en aðrir af hverju þessi launungar. Þú telur víst að það verði að skýra frá því hvað varð sjóðinn og opinbera þessa stöðu? Ég tel að það sé bara fullkomlega eðlilegt. Þessi sjóður getur aldrei orðið einkamál einhverja fjallstildra ættingja Sonju. Hann á bara að vera upp á yfirborðinu. Það eiga að vera fleiri stjórnanda heldur en bara 2 menn. Ég held að þetta vera 5 manna stjórn og við myndum bara gera minningu hennar verðust til. Rétt aldamótin komu út 2 bækur íslenska auðmenn. Í bók Pálma Jónssonar, Íslenskir miljardamæringar, var ekki hægt að slá því föstu hver auður Sonju væri, en fullyrt að hann væri langt yfir mörkum bókarinnar, sem sagt langt yfir milljarði, en milljarður í dag 15 milljónir dollara. Í bókinni Ríkir Íslendingar eftir blaðamanninn Sigurð Má Jónsson því slegið föstu að verðmæti eigna Sonju séu 9,5 milljarður króna. Það 150 milljónir dollara. Oh, not even close. Not even. I mean, this is a drop in the bucket. This is a very small foundation. It's nothing near that. Are we talking about a few $1 million? Yeah, that's all. You're not talking about a lot of money. It'd be a very different scenario if we're talking that kind of money. But we're not. We're not even near it. Guðmundur Birgisson ekki fengist í sjónvarpsviðtal þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Hann sagði í símtali við Kompás að yfirlýsingar væri að vænta sjóðinn. Hann ítrekar eins og Ferguson lögmaður að þetta sé einkasjóður. Hann upplýsti þó í símtalinu fjöldastyrkja og heildar upphæð styrkjana hér og í Bandaríkjunum. Og ég myndi halda úthluttanir úr þessu, ég veit ekki hvað margar en í heildina myndi ég halda að væri milli 1 og 200. Hérna á Íslandi? Nei, ég að tala í heildina, sko. Hvað margir aðalega hérna á Íslandi sem þú telur að hafa fengið úr sjónum? Veistu, ég myndi svona bara í fljótu bragði halda að það var eitthvað frambilinu milli 10 og 20. Getur þú sagt mig hvað þetta mikill þessi höfuðstóll sjóðsins? Ég myndi bara orða það þannig að það búið útfluttan myndi ég halda úr sjónum bara í fljótu bragði og þetta allt svona bara því ég ekki með þetta fyrir það meðan ég myndi halda úr að það verið búið útflutt einhvers staðar milli 1,5 til 2 milljónir dollara myndi ég halda, sko. Þá leyfilegt samkvæmt reglum sjóðsins að úthlutta alltaf 5% sem lágmarks úthlutun gagnvart þeim reglum sem gilda í Bandaríkjunum. Stærðin á sjóðnum það hefur ákveðið af okkur að það sé raunlega, það ekki, þú getur bara reiknað það sjálfur út frá því sem ég tala var ekki hitt. Það eitthvað sem bara málokkar sem að höldum utanum þetta. Og það kannski ekki mjög flókin útreikning til að sjá meira og minna
hver stærðin þá á þessu, en mér finnst það aukaatriði. Höfuðstöldin hafi verið eitthvað kringum, myndi ég ætla hvað, 10-15 milljónir dollara? Já, nei, þetta er alveg víðsfjarri, sko. 600-900 milljóna króna höfuðstóll víðs fjarri veruleikanum, segir Guðmundur, og lögmaðurinn Ferguson segir að sé að ræða fáar milljónir dollara. Það gefur til kynna að höfuðstóllinn sé ef til vill á milli 200-300 milljónir króna, 4-5 milljónir dollara. Málverkasafn Sonju var selt og fengust 60 milljónir króna eða $1.000.000 fyrir það, segir lögmaðurinn Ferguson. Allt var selt. Her entire estate, did that go through the foundation? Yes, there were a few legacies, but nothing really of substance. Everything sold. Everything was sold. The art collection was sold at auction at Christie's, and the apartment was sold. The major apartment was sold before she returned to Iceland back in whenever that was, around 99. The Jacqueline painting that she had of Picasso, was that sold as well? Everything was sold. Í bókinum Sonju segir að Picasso-myndin hafi verið miklu uppáhaldi á henni. Ekki sjást merkið þess að sú mynd hafi verið seld á uppboði Christie's og hefur Kompás ekki fengið staðfestingu þarum. Hafi myndin verið boðin upp, virðist það vart stemma við að heildar listaverkasafn Sonju hafi einungis skilað $1 million í dánarbúið. Í fyrra var Jacqueline mynd eftir Picasso til dæmis seld á uppboði fyrir $4,5 milljónir. Tveir heimildamenn Kompás segjast hafa séð Picasso-verk Sonju hanga uppi á heimili Guðmundar Birgissonar við Hofsvallagötu í Reykjavík. Guðmundur hefur ekki svarað skilaboðum Kompás sem leita hefur skýringar á þessu. Vel kann að vera að eðlilega skýringar séu á því að listaverk sem áður voru í eigu Sonju finnist á heimili frænda hennar og sjóðstjóra. Í símtali sem Kompás tók við Guðmund við frumvinnslu þessa þáttar gaf hann í skyn, ólíkt fullyrðingum lögmannsins Ferguson, að fráleitt væri að nánast allar eigur Sonju hefðu runnið í minningarsjóðin. Kannski aðal verðmætin í þessu, þau fórum einfallega bara, eiginlega gengu tilbaka til ákveðins aðila sem var tengdur henni mjög lengi, og ég fari ekki að útskýra, það kemur eiginlega fólk ekki við, en erfðaskráin, hún snýst ekki bara þessa foundation, það ýmislegt í henni sem og mér finnst eiginlega, það verður þá mín ákvörðun og annara hvort að ég fara að útskýra það, mér finnst það bara ekki, mér finnst það algjör vanviða við hana, og það ekki eins og hún hafi verið að láta aðleigun í þetta. Hún átti aðra erfingja, og ég menna þetta er marg flóki, ég menna það eru erfingjar af ýmsum öðrum toga, heldur bara þessi sjóður, og ég menna akkur á að fara að útskýra það eitthvað fyrir anstöðu í smáatriðum, svona prívatmál, ég bara spyr. Sjóðstjórarnir telja að allt og mikið hafi verið gert úr auði Sonju Soríu og að umfjöllun sjóðinn hafi mótast af tilraunum til að auka sölu bókarinnar hana. I think in her own mind, I think she would probably enjoy the fact that they think she has more money than she had. That's my opinion of her. Og þetta hvernig var staðið að þessu var eiginlega ótrúlega vanvirðing við hana að þetta var allt sett á forsíðu blaða og allt notað í sambandi við að auglýsa bók sem að hún raunverulega kemur bara litlu leyti af, og þetta var notað í miklu auglýsingaskyni allt í kringum þetta til þess að bókin seldist sem best. Ekki fékk sjóður krónu af sölu bókarinnar, en það var hún á vegum hvorki hennar eða dánarbúsins. Getur átt 10 milljarð í dag en 2 mánuðum seinna 8 milljarð eða ekki neitt. En ég tel það ekkert vera óskynsamlegri tölu en hverja aðra. En ég gerði aldrei neitt mikið með það að reyna að telja hlutabréfin hennar eða skilgreina það, mér var sagan áhugaverðari. Hún sjálf var ekki upptekin af því að eiga peninga. Hún svona undir það síðasta hugsaði meir það að láta þá þessa peninga vinna eitthvað gott verk eftir að hún væri horfin. En tölur í ríkir Íslendingar eða eitthvað annars þar, ég get alveg keypt það. Þú ert nú heimildamaður að þeirri tölu að stærstu hluta að mér skilst? Já, heimildirnar eru þannig að það er málverkasafninnar, það er hægt að áætla það. Það er hægt að áætla eitthvað í bréfum, það er hægt að áætla hvað íbúðin hennar kostar. En ég get ekki metið auðanar upp á krónu og sé ekki að það skiptir neinu máli. Það skiptir engu máli hvort þessi sjóður
500 milljónir eða 5 milljarðar, það bara, hann á bara að vera upp á borðinu. Vinir Sonju og vandamenn aðrir en Guðmundur sem Kompás hefur rætt við undrast flestir hversu lítið farið fyrir sjóðnum, þó að ætlanir hennar sjálfrar hefðu sjaldnast borið í tal. Hún lét alltaf eins og hún væri ódögleg, sögðu fleiri en einn. Sveinn Einarsson, fyrrverandi þjóðleikhússtjóri og vinur hennar, sagði að hún hefði aldrei rætt málefni sjóðsins við sig og hann vissi jafnlítið og aðrir hann. Þóra Hallgrímsson, eiginkona Björgólfs Guðmundssonar og vinkona Sonju til fjölda ára, sagðist hafa velt málum sjóðsins fyrir sér. Ljóst væri að þar væri öðruvísi að málur staðið en í minningarsjóði Margrétar. Þarna vísa Þóra til minningarsjóðu Margréti Björgólfsdóttur sem lést ungað árum af slysförum. Sjóðurinn hefur eigin netsíðu og auglýsi eftir styrksumsóknum 2 á ári. Stofnskrá sjóðsins staðfest af yfirvöldum en því fylgir sú kvöð að ársreikningum verður að skila til Ríkisendurskoðunar á ári hverju. Það ríkir því fullt gagnsæi þennan sjóð sem og alla aðra íslenska minningar- og styrktarsjóði sem fá staðfestingu hjá yfirvöldum. Þeir eru nú nærri 700 talsins og búa yfir gríðarlegum eignum. Eigið fé allra þessara sjóða nam tæplega 19 milljörðum króna á síðasta ári. Sjóður Sonju Soríu, hversu stór sem hann er þar ekki meðtalinn, enda með varnarþing í Bandaríkjunum og utan íslenska lögsögu. Sonja wanted people to be helped with the money from this foundation. And in my opinion, the way you make that happen is to let people know about the foundation and the process that people have to go through to receive grants from the foundation. And the way you do that is to make as much public as possible. And so at least that would be my approach to dealing with a foundation, but that may not be theirs. And there may be ways that they have gotten the word out to the people that they're interested in offering grants to. I don't have the answer to that. Now, Kompás has learned that among charities that focus on helping children, there is little knowledge about the foundation. The secrecy can hardly be helping the cause or Sonja's intentions. Well, like I say, secrecy does not help people learn about what's available from a foundation. And so from that point of view, no, I don't think it's helpful at all. Og fáið og hafði ákala gaman af skemmtilegum samræðum, fagurfræði, daðri, hakkunum. Ég myndi segja að það sé full-time job að halda manni interesserðan. Þegar maður verður eiginlega að hugsa okkur einst þegar hvað ætlar maður að gera til að skemmta honum eða skemmta báðum, obviously. En, þetta verður bara svona automatist, forget it. En Alberto var voða macho. Ég nefnilega aldrei hrifin af macho mennum. Það eina sem ég út á Íslendinga setja, veistu hvað það er svo kammo. Kammo, já. Kammo, já. Meinar það þá kurteisir eða hvað? Nei, kammo, eins og maður væri strákur, one of the boys. Já. Ég meina, út á götu, ég sé alltaf einn einasta mann sem gefa mann einu svona hýrt auga. Jafnvel þegar ég var 20. Ein góð vinkona minn sem amerísk, hún sagði að íslenski menn kunni ekki að flörta.